vona ég að þessi vítapunktur verði nýttur vel á morgun á móti Ludvík. Heyrðu, þessi skór, eru þið með spons? Orri, Ívar? Nei, bara alls ekki. Þá kölluðu eftir því hér og með. En hvað hérna, drengir, þið spiluðu útileikinn í síðustu umferð í meistaradeildinni. Nú vil ég bara biðja ykkur báðum að bera saman hvernig að spila hér á Órugó eða því bara hérna heima og bara munurinn bara eins og vera þarna úti. Ívar, við byrjum á þig. Já, það er náttúrulega allt svona, maður er búinn að reisa klúbbur og þannig að það er alls konar, völlurinn alltaf stærri. Já, það er lendi í vatninu, sko. Já, það er bara Rækó bara mættur. Já, þetta, sæll og blessaður. Þetta verður ekki klippt út, alls ekki. Alls ekki. Nei. Hvað segir ég? Já, þannig að völlurinn er kannski svona stærri og hann svona lokar allar hringinn og það er hlýrra og það er náttúrulega mættu hvað held ég 6-7 manns á leikinn sem þekkist ekki hérna heima. Sem er rosalega skemmtileg upplifun og svona það sem öðruvísi heldur en maður venst hérna heima. Orri, þín upplifun á þessu? Já, bara, raun og veru andrúmsloftið allt annað en, að ég dega bara 11 og bolti, sko. Ég vissi að það myndi koma með þetta svar nákvæmlega, 11 Það er eiginlega bara, sko, alveg sama hvort sem spila fyrir 2000 eða 50, það er bara, skilur, það er kannski upphitunin og svona þegar maður lappar inn á og svona, svo bara, skilur, eftir 5-10 mínútur þá er þetta bara komin í eitthvað zones, fattar það? Það er bara ekki nema eitthvað gerist eða eitthvað svona sem þú tekur eftir áhorfendunum, í svona leikjum, sko. Ívar, hver finnst þið að vera helsti munurinn á þessum Evrópuleikjum og deildarleikjunum hérna heima? Það er náttúrulega bara, það sem, eins og keppnin er sett upp, það er náttúrulega útivallarmörk gilda alveg þvílíkt mikið, þannig að það skiptir miklu máli að verja markið sitt, eins og náttúrulega gerir í öllum leikjum, en það náttúrulega gilda svona svolítið tvöfalt, þessi útivallarmörk. Þannig að það þarf að fara svolítið varkár hvað það varðar, það er svona það helsta, sko, því þetta náttúrulega er útivallarkeppni og leikirnir heima í deildinni eru það ekki, þannig að það aftur kannski hugsa frekar að safna stigum heldur en að klára eitthvað einví og þá eru kannski svona meira, kannski svona 1 og 1 moment sem að útkljá þetta. Orri, hefur þú einhverju veit að bæta? Frasar bannaðir? Ég hef ekki spurningum. Munurinn á Evrópukeppni og bara eins og leikjunum hérna heima? Nei, bara gæðin á liðinu, skilur. Við bara maður verður bara að vera fókuseraður bara nákvæmlega allan leikinn. Það er bara eins og við sáum bara þetta bæði á móti Maribor og þess við sjáum bara í öllum þessum Evrópuleikjum. Þú mátt ekkert gera nein mistök, þá er bara búið að refsa. Á meðan kannski með allan hérna stundum í íslensku deildinni þá kannski gerum maður 1-2 mistök en mann er ekki alltaf refsað. Við séum bara KR-leikurinn á móti Molde, fattari. Molde fær basically 8 skot og þau skora 7, fattari. Meðan KR fær 4 og skora 1. Þetta er bara munurinn á bara liðun út í heimi og hér, sko. Þannig að, nei, það er nú bara aðalega þannig. Maður má ekki leyfa nein mistök eða nein skot og þá eru bara menninni búin að skora, sko. Það var mjög gott svar. Það var bara verulega gott svar. Engin frasi í þessu. Engin frasi í þessu? Hvað segir okkur með þetta leik? Hvað hafið síðan vídeóið og svona? Ég held að þetta sé bara, alls ekkert síðra liðið Maribor. Svona, þannig séð, sko. Kannski öðruvísi uppsett lið, þeir eru kannski meira með, eru með nokkra Brasilíumenn hefur séð og þeir virka svolítið öflugir á boltann. En í rauninni bara mjög sterkt lið og mjög vel spilandi. Þannig að þetta verður hörkuverkefni. Orri, eru þið betri en Maribor? Það var einhver gárungarnir og grófu leiti hefur talað um það að þeir séu betri. Eru þið ekkert að pæla í því kannski? Nei, þannig sé, sko. Í raun og veru vitum við aldrei hvort að liðið sé, hversu gott liðið er fyrir en bara að við mæta þeim, sko. Svo getum hort endalaust að klippum, en það þýðir ekkert svo þegar við komin á völlinn þegar við erum að meta gæðin, sko. En ég meina hvað, seinustu 5 árum eru þau búin að fara 3 svar í riðlakeppni Evrópu og 2 svar í riðlakeppni Meistaradeildarinnar. Þannig að ég held bara að þetta verður bara alveg verkefni og Maribor-leikurinn var erfiður en þessi verður alls ekkert léttari, sko. Eru þið ekki akkurat í boltanum fyrir þessa leiki? Báðir tveir, er það ekki málið? Algjörlega, sko. Þetta maður vill náttúrulega taka þátt í þessum stærstu verkefnum. Það er alveg klárt mál, sko. Þetta er bara eitt af því og það er bara spennandi að vera að mæta alvöru liði með bara gaman, sko. Og við vitum það svo sem við síðasta leik á móti Maribor að við erum hérna í
í marktegnum okkar. Hversu miklu máli skiptir stúkan sem þarna ef við horfum upp? Ef að þetta verður töff kvöld, Orri, hvað viltu sjá í stúkunni á morgun? Ég vil bara sjá, bara svipa mætingu allavega og var á móti Maribor. Mér fannst hún góð á móti Maribor. Þótt að stemningin hafi kannski dáið aðeins, þá var hún góð mætingin. Og ég held bara okkur stuðningsmenn hafi lært af því að styðja okkur jafn mikið í blíðu og stríðu. Ívar, reyndu. Nei, það er ekki hægt að bæta neinu við. Það er ekki hægt. Bara sjá hana fulla. Sjá hana fulla? Já, Strákar, ég vona að við verðum ekki ómikið hér, kannski á hófi víti, en gangi ykkur vel.